og ég skal alltaf double checka núna sko því að Bösku Kristins sem var að kenna að æfa og þjálfa upp í Reykjavík MMA ég hitti hann daginn og kallaði hann Samuel það er ykkur hluta vegna, bara fannst mér geðveikt mikið eins og hann hitti Samuel og þetta er búið að vera svona gegnum gangandi bara, þú veist ég bara hitti eitthvað barnalið og ég bara nei Gylfi og Kristín, svo heitaði bara þú veist, Benni og Hildur það búið að vera hræðilegt ég þarf að gefa út svona reel svona sorry, afsökunar Bennis reel er ekki tilbúin í þetta eða? Yes sir. Jú. Þetta er hvað, 320 og... 300? Nei, sorry. Ég skal róa mig, skal hafa mig hægan. Netið mér vesinn maður. Ekki gera mér þetta. 212. 212, það er næstu bara við. Það er svona hrikalega tala, sko. Já. Já, kæri hlustandi, klukkan er... Mér langar að segja 8 á mánudegi eins og vanlega, en hún er þetta 6 á þriðjudegi. Það er 5. lotan sem að heilsar ykkur eftir dágóða ferð til Azerbaijan, Bakú, Georgíu og Sunny Donny. Það búið að vera ágætis MMA-trip hjá okkur. Herru, svakalega MMA-helgi af baki og þess vegna er tilvalið að fá í stúdíó við góðan gest sem átti mitt eitt besta debut Íslandssögunar, eða það fer allan þannig niður í sögubækurnar. Það er Aron Þór Guðmundsson. Velkomin. Takk fyrir. Já, þetta er svona, ég er að queuað inn svona. That's your cue og gesturinn svona lítur í kringu sig og það komið að mér. Herru, hérna, við ætlum að taka, þetta verður okkur 2 þættir hjá okkur í Já, við tökum vikunni. annan sér þátt fyrir bara Bakú og svo náttúrulega Conor fucking McGregor næstu helgi. Það er rosalegt. Það er sturlað. Fyrst skipt sem við fáum að tala Conor hérna í podcastinu, þú veist, með fight coming up, sko. Já. Við erum alltaf að tala Conor hvers skipt sem hann gerir eitthvað, sko. Já. Nú fáum við loksins höfðu ástæðu til að tala hann. Einmitt, þetta er ekki hérna Conor var að senda dick pics Conor, þetta er Conor að berjast Conor. Já. Þannig að það verður næsti þáttur en star of the show, Aron Þór. Já. Hvernig er tilfinningin að hafa farið út bara svona, hvað maður segja, farið til Donny og átt bara einhvern veginn þennan fight og þessa upplifun, þetta kamp, hvernig bara, þú veist, í stuttmáli, hvað finnst þér ferðina? Þetta var geggjuferð, ég er alveg mjög sáttur með ferðina. Ég veit ekki alveg hvernig ég var að lýsa þessu, en þá að meðtakast almennilega. Það er svona, já. Bara enda á meldum það svolítið? Já, svolítið þannig, sko. Þetta var alltaf svakalegu bardagi og ég, þú sagði náttúrulega í viðtalinu við Nonna að þetta væri svona smá blurr, þú veist, ertu búin að fá svona minningarna tilbaka úr sem fætt? Eiginlega ekki, ég er búin að horfa á hann fætt, þá svona manni aðeins en annars manni ekki ennþá mikið eftir honum. Hvað manstu mikið? Ég man eftir byrjunni, ég man eftir að slegja niður, náða að standa upp, sér manni ég ekkert mikið meira eftir bardaganum, sko. Þannig að þú veist, manstu eftir því að hafa svona staðið upp? Já, náða upp, sér bara manni ekki neitt meira. Já, þannig að þú manst eftir svona fyrstu 28 högunum cirka. Já, kannski. Sko, ég taldi, ég var bara, þú veit þetta fyndið, sko, fyrir það sem er ekki með að sjá barðan Arons, þá svona, annar Jay Fletcher, sem lendir svakalegri hægri yfirhandar og setur þig í gólfið, hoppar svo á þig og lætur bara groundaboundi dynja yfir þig. Já. Og þú, með einhverjum ótrúnum hætti, bara svona, byrjaði bara svona að malla einhvern veginn og standa upp en ég nokkuð högg í liðinni, eitt nýja og svo bara að byrja að fæta inn í alvörunni. Já. En ég svo taldi að kemur þessi hægri yfirhandar og hann stekkur á þig, þetta eru sko 25 högg í heildina og eitt nýja í maðan. Og maður svona, shit, þú veist, hvað, sko, fyrst þú manst svona mikið, hvað er farið gegnum hausuna þar á þessum tíma? Er það svona, úff? Ég held bara að ég var að fara að róta þér. Ég held að ég var að fara að tapa þessu bara í fyrsta lóti þarna. Já. Bara eina sem ég var búin að stressa mig var bara að tapa í fyrsta lóti. Já. Og ég held að það væri að fara að gerast þarna. En einhvern veginn náði að standa upp. Ég veit ennþá ekki hvernig. Og þú veist, og svo náttúrulega svona, ok, þú tapar fyrsta lótu, en þú byrjar svona að vera game. Já. Svo í mínu bóku vinnur aðra og þriðju. Þú veist, var svona, þú veist, varstu bara lengi að koma þér í gang eða var eitthvað svona first time jitters í gangi? Þetta var svona, var ekki að finna fjarlæðinu mína. Og síðan þegar hann slæði mig niður með yfirhandahendinni, þá var ég að bakka og sparka á sama tíma. Já. Hann hitti mig akkurat í miður sparki. Já. Þannig að það er svona spilaði sin leik líka, sko. Þú ert náttúrulega langur motherfucker, sko. Já. Sko, ég mun aldrei gleyma þig þegar þú var hérna, þú æfir fyrir Reykjavík MMA eins og ég. Og það er eitthvað svona, við vorum eitthvað að æfa saman. Og ég man ekki hvort að Shera hefði komið með eitthvað svona King of the Hill leik eða eitthvað, þetta var svona takedown leikur. Og
þú ert ekki að taka mig niður og ég man þú svona fóst utan á mittið á mér og þú figgjur fóraðar hendurnar í kringum mittið á mér og ég var bara, hann er ekki leið fyrir mig til að slefa og svo bara lyftur mér og settur mig í gólfið. Ég var bara, þetta eru líklega lengstu hendur. Já. Hvað ertu með langt reach? Ég veit ekki hvað reach er langt, ég veit að wingspannið var 1.95 fyrir einhvern tíma. Okay. Það var í hvað, 9. bekk eða eitthvað. 1.95 í 9. bekk. 9. eða 10. ég manna ekki. Hvað eru hendurnar að lengjast mikið frá 9. bekk upp í 18 ára? Ég veit það ekki. Það er spurning. En þú var skráður 1,97 cm á hæð, eða ekki? Jú. Í fætinum alltaf. Það er hæðin, sko. Já, einmitt. Og hann var hérna, hvað, 1,80 á hæð. Já. Hvernig er það svona, þú veist, oft hjálpar að manni að vera með meira reach, en svona Já. þessi litlu gaurar hafa líka oft smá advantage. Hvernig finnst þér svona að díla við svona minni gaurar? Mér finnst alltaf betra. Það er miklu betra heldur en að fara á móti einhverjum jafn háum og ég. En þá er ekki með neitt gameplan. Þá voru báðið með svipað reach og þá get ég ekki nýtt jafnið eða neitt hannig, þannig að það var miklu þægilegar fórmöndið minni gæðum. Já. Jay Fletcher var ekkert tröllvaxinn. Nei, hann átti að vera jafn hár og ég. Aha, Ég trúði því þegar ég var í leiðinni fættin. við hvað sagði það? Bjarki. Þeir voru búin að segja það við hann að hann væri eitthvað 6'4" eða eitthvað, ég man það ekki. Og hann bara, ok, hann er jafn hár og þú. Ég bara, ok. Já. Og síðan hitti hann þarna á reglufundunum. Síðan bara, tjóðlega hann lítill maður. Hann var ekki alveg að búast til þessu. Nei, hann var alveg hraustur svona. Já, Alveg svona naggur. Já, hann var alveg. En hann braut þessu hendina. Og veistu hvað það hafi verið hægri eða vinstri? Þetta hann hafi brotað þessu hægri hendina. Það breytur sér hægri held ég. Þetta gíska að það hafi verið eitthvað sem yfirhöndum hjá honum. Já, ég myndi alltaf líka. En hann var mjög svona illa farinn og lítill í sér þegar hann kom inn í klefa og þakkaði fyrir góðan fætt. Já, Er þetta orðið eitthvað svona, þú veist, verðið eitthvað svona vinnir í framtíðinni eftir að fylgjast með honum og er þetta eitthvað svona, ég veit það ekki. svona verða góði vinni til? Já. Já, við erum alltaf ekki vinnir á neinu samfélagsmiðlum, þannig að Nei. ég segi ekki koma, en náttúrulega sko, hún er bara alltaf besta, en það er svona, ég veit ekki hvað verður úr sig okkur. Nei. Eru menn ekki alltaf svona einhvern veginn tengdir til eilíðar þegar þeir hafa Jú. farið í gegnum svona stríð? Það er svolítið þannig, sko. Eða ekki? Hvernig leit út í sjónvarpinu, Biggi? Þú varst að horfa að það ekki? Já, Varstu- Varstu tensaður? Já, ekkert smá sko. Ég alltaf bara, þú veist, þetta byrjaði á svo miklu sjokki, þú veist, maður náttúrulega bara hafði áhyggjur að þau sko. Já. En hérna, ég var alltaf bara einn heima að horfa á þetta sko, en ég var alveg bara stökkvandi bara upp í sófa og Já. það var mikið stemming á mér sko. Sérstaklega þegar þú fórst að taka yfir barnaðan sko, og þetta var alveg já, en mér var svona, þú veist, þetta er fyrst getur sem ég horfa á Kate Steele bara eitthvað einn heima. Það var svona önnur upplifun, þú veist, vanlega er ég, þú veist, í einhverju watch party eða á staðnum, en þannig var ég bara einn heima, en ég var samt alveg í, það var mikið stemming í bara einu manni, sko. Já, sko, hvað ætlaði að spyrja það? Já, hvernig er svona að vinna sér tilbaka, sko, því að þú veist, þú ert ótrúlega svona coachable náungi. Já. En það er svona, þegar ég sko, ég er svona við búrið að filma og Bjarki er bara öskrandi eitthvað að þig og hann gæti alveg bara verið að spila PlayStation. Já. Af því þú gerir bara allt sem Bjarki segir. Er það bara eitthvað svona, ertu bara alltaf búin að æfa eitthvað eða er þetta bara eitthvað svona, eitthvað persónugen hjá þér að vera bara svona geðvitt móttækjalegur? Ég heyri allan í Bjarka, ég finna sérstaklega með Bjarka, ég heyri ógeðslega vel í honum alltaf. Það er alltaf verið öllum myndaglöpum og öllu því, bara leið að Bjarki fyrir að kalla eitthvað, þá heyrir maður bara yfir allt annað. Já. Það er eitthvað svona, nær eitthvað svo vel til maður, ég veit ekki hvað það er. Finnst það ekki tensandi? Ertu bara svona, þú veist, sumir tensast upp þegar þau hlusta á þjálfarna sinn, sko, kannski eitthvað á sig, sko? Ekki með Bjarka, sko. Ég ætla að hafa aldrei fundið það, sko. Nei, og þú ert bara eitthvað svona, já, ok, ég teka það bara niður. Já, ég er bara höndunum uppi. Með mitt. Þetta takedown, náttúrulega, þú sem neglir hann niður í annar lotu, er svo ógeðislega vel gert. Já. Það er alveg það sem vann bardaðan, held ég, sko. Já, það er eiginlega svona... Það er bara, þú veist, þessi önnur lota er svo mikið 50-50 og þú endar hana bara á að grýta honum niður og þá var maður svona, ok, ef einhver tók lotuna, þú veist, það var... Já, ég treyði með lotuna þarna, sko. Það er alveg 100%. Þegar bardaðan fyrst splitt, þetta er svona splitt lota. Já. Og þetta, þú veist, þú fékkst alveg 2 dómar á þarna sem er bara, mikið svona. Já. En það er líka að finna það, þú veist svona,
það er svo erfitt að ræða hennar bara við þig sko því þú manns ekkert eftir hún. Nei, tók aðeins svo mikið að hugum í fætlum hann. Svo fyndi líka bara, þú ert bara svona veður bara áfram sko, bara svona, það er ekkert eitthvað svona, ég ætla að beygja með þessi snjánum og svona skjóta inn, það er bara svona hendurnar og fara fram og svo bara hleypur bara og grípur utan hann. Það var bara, hann var bara að fara niður sko. En þetta klálega einhvern veginn svona vinnur barðaðan fyrir þig þarna, þarna vannstu splittið. Og hann er bara ógeðslega næs. Svo heyrir maður í Bjarka svona klára maður lótið. Fucking pack. En sko, hvenær byrjaði að æfa hjá Reykjavík MMA? Ég byrjaði upprunalega þegar ég bara var lítill krakki eiginlega. Þá var ég þarna, þá var bara Reykjavík MMA nýbyrjað 2018-2019. Þá var ég þarna í eitthvað smá tíma, hætti síðan í nokkar ár, byrjaði síðan aftur fyrir 3 árum rúmlega. Og hef bara ekki hætt síðan. Ok, hún tókst þér eitthvað að pásu þetta? Já, eiginlega. Þannig 2018-2019 þá var þú bara eitthvað 10-11 ára. Já, eitthvað hann. Pabbiðin er náttúrulega eitthvað í bardaðagerðum, hann er náttúrulega svartbeltingur, ekki? Jú, í júdó. Þannig að svartbeltingur í júdó. Já, margkvöldur íslensmestari þar og svona. Já, þannig að hann hefur væntanlega komið frekar snemma á bragðið. Já, ég var alltaf með honum og hann hafði maður alltaf á þessu, það var alltaf í gangi, það var alltaf í gangi og svona. Þannig að maður fylgdist alltaf með því, sko. Einmitt. Þegar maður sér svona feðga í sportinu, þá hugsa maður alltaf svona, er þetta draumur hans, eða er þetta draumur pappans? Hvernig fyrir pappiðin hafa kannski ítt of mikið á þig, eða bara verið góður stuðningur? Nei, bara góður stuðningur. Það var alveg, ég var heilengi að koma mér yfir í MMA aftur, sko. Ég fór í handbolta einhvern tíma. Og mamma vildi að ég myndi handa með handboltanum og pappi að fara að pressa það líka, sko. Það var alveg ég sem pressaði að fara yfir, sko. Og síðan byrjaði langsir að koma mér yfir MMA, þá hætti ég ekki og þá fór bara pappi með mér í þetta aftur. Já, og byrja, hann er alveg eitthvað sparra við þig og svona. Já, hann við spörrum alveg af og til og glímum líka eitthvað og svona. Já, næs. Það er cozy. Það er heldur gaman, sko. Já, ég skal alveg býta við þig á pöppum. Þú mátt fá minn drikkvelda pappa í Svíþjóð og ég skal taka við þín. Herru, þetta er lélegast að segja alltaf tíma, en talandi pappa, þessi þáttur með stuðningsaðila. Það er að sjálfsögðu Reykjavík MMA langar þig að byrja að æfa bardaíþróttir, þá er Reykjavík MMA svarið, ný grunnnámskeið hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rvfkmma.is. Taktu skrefið og byrjaðu að æfa á Viðarhöfða 2. Hámarkaðu svo álangurinn og veljaði með yngling fæðibátuvörum, Shillegit, náttúrulega styrabústurar og sveppablöndur. Vara mánaðarins er einmitt sveppablandan á 20% afslætti. Þið fáið 15% aukalega afslátt ef þið notið 15 við checkout, það er yngling.is og svo er það bardagatrekki og Nigo, virkilega útpældar styrtaræfingar fyrir bardagafólk. Nigo byggir betra bardagafólk. Ert þú hjá Nigo? Nei, ekki núna, nei. Það er hjá Nigo? Hefur verið hjá Nigo? Ég hef verið hjá Nigo, fór fyrir interklöpum sem var út í Englandi fyrir árið síðan eða eitthvað, ég mannaði ekki. Já. Þá vorum við með eitthvað styrtaprógram í honum. En svo buffaður Nico á síðast interklöpu, það ekki? Jú. Á maður ekki bara fá frí styrtaprógram ef maður buffa styrtaþjálfari. Ég man samt að Nigo var alveg svona niðurbrotið niður þessu. Það var bara eitthvað svona, já, ég var bara lamin á okkur 16 ára úrling. Já, það er mjög fyndið. Þannig að pappiðin glímir og sparrar við þig. En mamma, er hún? Nei, hún er ekkert að þessu. Nei, vill bara fara í handboltan. Já. Ég það var ein kona í salnum sem átti mjög erfitt kvöld. Þetta kvöld. Já. Það held ég að hafi verið elsku mamma. Já, það var mamma. Já, greið. Og eitthvað hlýtur að vera erfitt að núna held ég að mamma þín fíla ekkert rosalega mikið að þú sett farin inn í búr, sett bara læstur inni og er berjast. Ég held þessi ekki mjög hrifin að því. Og djöfull hefur þetta verið taugatækjandi. Nei, hún hefur hefur þetta rosa gaman að horfa á þetta. Þegar ég er að berja hinn, en það er ekki gaman að sjá berja mig, Nei, já. Þannig að hún var svona svolítið tensuð í fyrstu lótinu en þegar fór hún að jafna sig, Já, hún hefur svona, einmitt, jafnað sig á þessu. Já. Því að ég held ég hef bara séð hana nánast bara í tárum. Já. Á milli fyrstu og annarra lótu. Einmitt. Gaman að þessu. Eitthvað það verið önnur og þriðja. Það sem ég er svona lít í augunum. Ég held í smá tíma mamma þín sé með í rauninni mamman hans Jay Fletcher. Já. Því þú varst farin að snúa bardaganum við og berja hann, Einmitt. Það var gaman að þessu. En hvernig er að fara svona út í fyrsta skipti? Og með svona reynslubolta með þér. Já. Með Vítali Korsjak sem hann berst líka
John hann átti í rauninni að fara pró Já, og veisni kringum það. Við erum rosalega svona reynslu mikla bardagamenn með þér úti. Einmitt. Náðu þeir að miðla til þín mikið af það var mjög gott að hafa það með sko. Það var alveg fyrir veitköttu og salt og hvað maður á að gera og svona. Var það Johnny sem var svolítið að coacha því í gegnum þetta? Já, hann var með allt eftir veitköttu og svona gaf mér eitthvað saltefni og eitthvað þannig dæmi sem ég kunni ekkert á. Hann einhver svona næringa Já, fræðingur læriðu kokkur og eitthvað. Okkur. Alltaf með alltaf hreinu maður. Já, það heyrist á þér að þú ert að taka þín fyrstu skref. Hann gaf mér eitthvað saltefni. Já, þetta var eitthvað svona saltpakki eða eitthvað, var eitthvað hellinga eitthvað sódíum og eitthvað, ég veit ekki hverju. Ég veit ekki hvað var í þetta, þannig að geta gefið mig hvað sem sko. John alltaf eins og einhver svona crazy scientist inn í eldhúsi með alls konar póka, Já. einhverju dufti og eitthvað, þú veist, Einmitt. mallt allt saman eitthvað. Já, og svo finnum maður á strákum að þeir alltaf vera svona aðeins og aðeins betri í þessu sko. Að þeir voru að taka saltefnin sín og sódíumið og blanda í vatn. Einmitt. Svo er alltaf farin að blanda þessi monster. Þá var það eitthvað svona Já, einu skrefið betra. já, við settum út í nokku. Já, Það verður að vera eitthvað rosa gott. af hverju? B2 í því. En það móli? Meira veit ég ekki sko. Það var alveg að spyrja Jonna að því sko. Ég er bara ynga hugmynd sko. En hvernig var það veitkvætt fyrir þig? Þú ert það veikt inn daginn áður? Já, þetta var, Já. Þannig að þetta er svona day before og þetta er smá varsl og svona, þú veist, varst að taka mikið tíma í þessari sánu og ertu þá í ferðarsánunni? já, ég var í ferðarsónunni sem ég passaði að vall í. Það var alveg vest að við það, ég var svo aðeins svo stór fyrir hann, þannig að nýjan mín stóðu bara svona út sko. Sem var ég komin hálfpart til svona sko í einhverja krippu hérna. Það var svona. Var það eitthvað erfitt? Eða? Nei, þetta var eitthvað kíló sem ég tók að við var stingt. Já. Þannig að þetta var ekki brjálæslega erfitt, nei. Svona með hausin út og svona þetta anda venjulegu lofti. Það er töluvert auðveldara heldur en að vera í alveg lokari sánu. Þannig hvað, ferðu hérna, ertu vafinn inn í eitthvað svona burrito og nokkur skipti í sánuna eða svona hvað, er þetta langt ferli sem að veit hvað þið er? Þetta var, byrjaði í sánunni, held í 20 mínútur eða eitthvað. Fór síðan í burritoið og síðan í bað eftir það, heitt bað. Með einhverju baðsalti og síðan fór ég að viktina, síðan fór ég 10 eða 15 mínútur aftur í sánu og náði síðan vikt. Nice. Þannig að það var Það er eitt komment um það. Flestir eru með plan þannig að við landur í hausinn Aron er lamin í hausinn þangar til að færi plan. það er heldur gott sko. Já, Ari Býring brandaramaður ársins. Býring Brandara og brandara. rauða ljónið, rar. Byrju, hverjum gaf hann þetta aftur í afmælisgjöf? Ég maður ekki. Sko, nú eru þú og Ari Býring greinilega mikli mátar. Þeir eru greinilega fellar með að við hvernig hann talar um þig í chatinu. Hvað finnst þér um nicknameið Rauða ljónið fyrir Ari Býring? Það er geðvægt. Þetta er geggjað nickname sko. Já. Rauða ljónið hérna maður. Já, hann er með mikið hatur á það. Aha, Já. ég vissi það ekki. Ég skil ekki á hvernig hann fílar það ekki bara. Það var alltaf, ég hef mikið heyrt marga kalla hann Rauða ljónið alltaf. Já, mitt. Kannski veit hann ekki verið nefndur eftir einhverjum pub á Seltjarnarnesinu. Já, pöppin er náttúrulega bara nefndur eftir Bjarnar Fel, sko. Sem er nefndur Rauða ljónið. Sem er káringur, sko. Þannig kannski er hann bara ekki káringur eða eitthvað. Heldur hann með val eða eitthvað. Nei, hann er náttúrulega vestan, sko. Það er kannski ríður ekki að kárið þar líka. Er ekki alls þar? Já, Þú með þín fótboltarefrins alltaf. Ég veit ekkert hvernig íslensk fótboltadramatík er. Í svona alternative universe, hvaða íþrótt myndur þú fara í ef ekki MMA? Væri það bara handboltastrákur? Já, þá var ég bara í handboltanum. Hvað spilaður þar? Ég var línumaður. Það make a sense. Það ekki? Jó. Ég hefði haft hann í skiptunni. Það flestir hefði sett mig í skiptunni. Ég bara hataði að vera í skipti. Bara frá því að byrjaði. Ég þoldi það ekki. Er ekki skiptan bara hangandi og bara negla marki, hoppa og negla marki? Jú, það var það sem mér var svo leiðilegt. Mér var svo leiðilegt að byrja að sækja sóknuna. Ég vildi bara bíða þarna að vera í einhverjum hálfgerðum slagsmálum þarna og fá sér bara að senda um og skjóta á marki, sko. Mér finnst það langt þægilegast, sko. Það er gaman að tuttast á línunni, sko. Það er ógeðslega gaman. Ég sakna mest að vera fantur á línunni, sko. Það er erfitt að díla við þig líka. Já. Við hverju spilaður? Ég spilaði með Afturhaldingu.
Þú ert Moso það? Já, Fættur uppálinn þar. Sem að kannski það er svolítið svona fighting samfélag þarna í Mosó greinlega. Já. Hvað er að gera svona í Moso? Er eitthvað svona barða að vera svona bardagakongurinn í Moso? Þú, það er Hákon, það er Maggi. Já. Hver er bardagakongurinn í Moso? Það Maggi takið það ekki. Já, það er auðvitað að ég keppa á hann eitthvað. Já. Sér náttúrulega Logi Geirs, hann er líka úr. Hann er líka úr Moso? Hann er líka úr Moso. Já. Hvað er að gera svona í Moso? Er Maggi undefeated prófa? Nei. Ég veit það ekki. Maggi á svona horror prófbalda, já. Og bara, Maggi var svona rótað með bara á 10 söng. Já. Ég þarf svona til að look it up áður en ég staðhæfa þetta í podcast. Það er mjög vandræðilegt að ég var búin til þessa sögu. Hann var rótar á 10 sekundum og grét svo og kúkaði á sig. Það var bara að sagða sem ég heyrði. Já, hann er 3-0 undefeated pro, sko. Aha. Já, told you. Var það... Hann er kannski... Það var eitthvað amateurferill, eða? Já, hann er á stórun amateurferill, náttúrulega. Hefur verið, þú veist, í síðasta amateurbardaðinu sinni var hann allan rótaður í fyrstu lótu, sko. Já, ég kannski bara, já. Þannig ég veit ekki hvernig það er. Í featured amateurbardaðinu sinum, án að fá pro. Já. Ok, já. Hann er undefeated pro, þannig að það er auðvitað að keppa það ef við erum að tala um kongin í Mosó, sko. Já, það er rétt. Já, það var málið. Ok. Mér fannst einhvern veginn hérna... Já, hann hefur bara haft samband við tap... Ef ég þekki Magga rétt. Hann hefur bara haft samband við Tapology og fengið það út með afskaðana barða. Því að ég er búin að fara yfir hérna svona gamalt efni frá MMA-fréttum. Það sem að hérna... MMA-fréttir á bara vídeo og viðtöl við Magga og Bjarka bara þegar þeir eru að byrja, skilju. Já, ok. Það er búin að vera gangi síðan sko 2012. Já, sæl. Þannig ég er búin að fara í gegnum svona gömul viðtöl. Já. Þannig að hann er til svona gamalt viðtöl við Magga. Þannig að maður farið yfir þetta. Gaman að þessu. En svona þetta er debut. Þú er búin að vera að berjast mikið. Þú er búin að mæta í nánast öll interklub. Já. Og þú veist, þú varst svona tildulega vel undirbúin fyrir þennan barða, þú veist, eða hvað finnst þér? Já, ég var alveg vel undirbúin fyrir þetta. Já. Hvað er þetta mörg interklub og er þetta bara interklubin heima eða ertu búin að fara nú til Manchester eitthvað? Fór út til Manchester, tók interklub þar einu sinni og sé bara fáránlega mikið á Íslandi hérna. Já. Við keppt alltaf mjög mikið, þú veist, í einu. Við keppt alltaf í öllu kickbox-glímu og öllu því sem gæti keppt í bara. Já. Veitu, þú ert blábeltingur í jiu-jitsu, eða ekki? Jú. Það er sem langt í fjólblóð? Ég veit það ekki. Bara engönd. Ég var að fylgjast með daginn, sko. Mér var stóðanir svona freka smooth. Já. Svona smooth transitions og svona. Þú fann að finna þig svona, að þú er klálega náttúrulegu strækir með langar hendur. Já. Er glíman eitthvað sem að þú myndir þurfa svona, sem að þú heldur að myndir þurfa að fókusa sérstaklega á, að þú myndir vilja vera svona eitthvað well-rounded, eða er þetta bara svona? Nei, ég held að ég sé bara tildalega góður í glímu. Sérstaklega þegar ég fæ að nota höggin líka. Já, það er alveg bara, ég kýs oftast að glíma ekki. Frekar stendi ég á stræka bara. Mér er það svona skemmtilega eiginlega. Já, þú ert ekki að reyna að verða ykkur Dagestani. Nei. Nei, það er bara ekki þinn stíl. Nei, ef að hinn er svo sem að berja mig alveg í klessu, þá skýt ég teikt á hann. Já. Ef þetta er að virka mér að stræka, þá bara held ég áfram að stræka. Já, já, Jay Fletcher fekk nú alveg að finna fyrir því svo sem þegar þú var að glíma við hann, þá fór hann bara í gólfið. Einmitt. En þú bara vildir hitt. Já, svona þegar þú segir það make sense. En hvernig þú veist, hvað ertu að gera annað? Þú veist, ef að MMA, ok, ég ætla ekki að segja ef MMA fyrir klikkar, af því ég er ekki eins og búin að spyrja þig hver stefnan er. Nei. Ok, þú byrjum með, hver er stefnan? Sko, ég veit það ekki. Mér langar að taka eitthvað að fæta allavega í viðbót, sem ég mér alveg 100% gera. Myndirðu vilja berjast í UFC? Veit það ekki, ég veit ekki hvort það vilja fara það langt. Þú ert ekki búin að taka ákvörðun að, þú veist, ég langi að fara pró, þú ert bara að sjá hvert það leiði þig. Ég væri til að taka allan 1 eða 2 pró bara þetta, það væri alveg gaman, bara fyrir söguna, en ég veit ekki hvort það ég fara alveg upp í UFC, sko. Nei, hvað sem er svona bara á meðan þetta er gaman, þá er þetta gaman. Já, í rauninni. Já, það make sense. Já. En fyrir utan MMA, hvað ertu að gera í lífinu? Það er svona, ekki svaka mikið eitthvað. Bara eitthvað, þú veist, maður er að vinna á skóli og sen er maður bara eitthvað að hitta strákana og
fokkast eitthvað á. Vinna og skóli alveg slatt í. Já. Ég held að vera að fara að segja eitthvað miklu ódýrara, eitthvað ómerkilegra. Já. Þú veist, þú ert í vinnu, hvað ertu að vinna? Þú veist, í hvað skóla ertu? Hvaða vini áttu? Það er bara, það er svo mikið þetta sem þú erum að unpakka, sko. Ég er í rúmfattalanum, ég er á lager þar. Já, ok, en það er ekki bara já, svona klassískt skólastarf, svona. Jú, ég get unnað með skóla. Já, þetta bara eitthvað svona kvöld og helgar, eða? Já, ég er í fullri vinnuna núna, bara þegar það er sumarfrí á mér. Já. Og síðan er ég bara helgar og ef ég er ekki í skólanum með eitthvað einn dag á viku eða eitthvað, þá tek ég og vinna á þeim tíma. Já, næs. Svo bara skólið, þú ert að verða hvað þér? Ég er að verða vélstjóri. Vélstjóri? Já. Þannig að eins og byggja var talmaðan, bara basically sjómaður, eða? Já, ég er inni, fer út að sjó bara og ég er yfir öllum vélunum og það er að sjá allt gangi rétt og þetta er ekki bara áfram? Það er ekki bara að ganga áfram? það er að ganga áfram, það er vissulega rétt. Og þú, hvað er komin langt með þetta nám? Ég er búið með 2 ár. Á 3 eða? Nei, þetta er 5 ára nám. Þetta er 5 ára nám? Ég ætla að bæta meira á mig, þá fæ ég rafvirkjagráðuna með líka. Já, ok. Það er bara 1 ára eða eitthvað sem ég er að bæta á mig. 1,5 eða eitthvað, ég man það ekki. Já, ok. Ertu þá bara Það var hann... vélstjóri og rafvirki? Já. Það er ekki slæmt. Nei. Eða bara peningur? Já. Ef maður er vélstjóri, þá ertu þú bara að pæla í vélunum, skilur. Þú ert ekkert að fara að verka eitthvað fisk og eitthvað. Nei, það er ekkert að pæla í því. Næs. Já, mjög næs. Það er þetta hljómað eitthvað sem var mjög svona skynsamlegt fjármögnunar plan. Að fara bara beint í þetta. Já. Og er þá draumurinn að fara út á sjó, eða er eitthvað... Já, ég ætla að reyna að komast út á sjó. Já. Heldur góð launandi. Það er svona... Þetta er smá svona money talks. Já. Ertu mjög peningagráður, eða? Já, ég elska pening. Neita því ekki. Hversu mikið prósentaður er gyðingur? Þetta er no comment spurning. Já, ok, þannig að bara vélstjóri rafvirki beint út á sjó. Já. Svona, þú ert ekkert að flagga þessu neitt, þú ert ekkert að segja fyrir að bragðið eitthvað svona, hér er planið, þú bara heldur spiluninu svolítið tætt, bara að veiða upp úr þess svona. Já. Hvað planið er? Planið með, þú veist, MMA, að keppa í MMA. Þú ert bara 9-18, eða ekki? Jú. Ég heyri Bjarka segja það. Þú veist, ertu búin að vera bara svona, þú veist, ok, þegar ég verð 18 þá tek ég fight, eða þú veist, ertu búin að vera að plana þetta lengi, eða þú veist, hvernig komið þetta upp núna með að taka fyrsta fightin? Ég hefði alveg tekið fight fyrir, sko. Ég hef bara alltaf að bíða eftir að Bjarki myndi bjóða mér eitthvað, sko. Ég var þarna, ég átti afmæli í apríl og sendi hann á mig óskar mig til hamingju með daginn og ég hefði að daglega það og spyr hann hvort það sé ekki að ég er á 18 núna, hvort það sé ekki verið tíma bara að fara að redda með einhverjum barða. Það er bara, jú, endilega, skoða það. Síðan fekk ég bara einhverjum vikur seinna eitthvað, ég mannaði ekki. Þá sendir hann á mig og segir hann sé búinn að redda fight fyrir mig bara. Og það er þá bara barndagur með Jay Fletcher? Nei, það er Glacier. Það er Glacier? Já. Þannig að þú ert... Þú ert komið fight á Glacier? Komið með fight á Glacier? Já, ok. Og hver er sá anstæðingur? Ég hef enga hugmynd. Já, ok. Ég er ekki búinn að fá hann að vita það meira. Nei. En eins og fyrir Jay Fletcher, þú veist, þú fær að vita, þú veist, að þessi anstæðingur Jay Fletcher, þú veist, ferð þú þá á neti og reynir að finna út allt sem þú getur hann, eða... Við reyndum það allir, við fundum bara ekki neitt. Nei, ok. Byrju, var hann 0-0 bara að debut líka? Hann var 1-0. Hann var 1-0? Já, en málega Kate Steele sagði líka að ég var 1-0. Já, ok. Sem ég var ekki. Þannig ég veit ekki hversu mikið er að marka það hjá þeim, sko. Það er oft voða fissið að út í Englandi, sko. Já. Dodgy, fuck. Við vorum báðar 1-0, sko. Ok. Já, en svo með Jay Fletcher, sko, ég fann ekkert hann. Nei, það var mitt. Ég var eins og eitthvað svona CSI rannsóknarmaður, eitthvað búin að, þú veist, finna mynd af andlitin á honum, eitthvað að reyna það í gegnum Google Images og bara eitthvað svona að reyna að gera allt til að finna eitthvað smá, sko. Líka svo generic nafn eitthvað, þú veist. Já. Þetta er örugglega maður í felum. Hann er örugglega búin að skipta nafn. Þetta er eitthvað gauð sem bara stofnaði nýtt líf í Bretlandi og stakka af. Herru, hvernig var þessar, mér langar að spyrja bara svona, þú veist, volkinni og það,
hvernig leiðir? Náður að njóta en að labba hann inn fyrir svona krátið eða varst að skýta á þig eða, þú veist, Ég var fucking stressaður bæði í uppbytunum og þegar ég var að labba inn. En svona, ég naut mér alveg við þetta var svona upplifun, en ég var ógeðislega hræddur. Finnst þér að hafa stressið hafi kveikt á þér eða heldur að hafi kannski verið seinni í gang út af stressi? Veit það ekki. Ég er búin að hugsa svo langt í það, sko. Hæ, það er eitthvað veganesti bara, maður þarf að jafna á því og taka það með þessu. Einmitt. Herru, það komið að svona stóru spurningur. Já. Þú veist, það kemur alltaf, þú veist, við getum ekki endalist verið í ykkur puffin powder bulli hérna, Einmitt. fyrir að vera að kynnast þér og eitthvað. Og komið að would you rather. Já, sko, hvort myndirðu frekar berjast við 100 heavyweights á stærð við önd eða einn heavyweight heavyweight önd, what? Hvað er að segja hérna? Heavyweight önd. Ég rugglaði þessu veistum af mér. Skiptir ekki máli. Hvort myndirðu frekar lappin í búrið í bleikum ballerínukjól eða syngja þitt eigið walkout song sjálfur? Ég lapp út í þessum bleika kjól frekar, sko. Vil ekki sé Ég var þú varst með eitthvað System of a Down lag þú varst að labba inn. Vildu ekki syngja það sjálfur eða? Nei, ég leiði þeim bara að sjá það. Ég fekk það lag svolítið á heilan eftir það. Já, það er mjög oft þannig þegar ég horf á íslenska fætara þá er ég með lagið á heilanum í einhver tíma. Ég man það að Aron Leo barðist með hver er draumurinn? Já, með það á heilanum í svona 2 vikur, sko. Ég líka. Ég lenti í þessu líka. Og ég var svona bara í bílnum bara hringja hvað er draumurinn. Hvort myndirðu frekar í bardaga eða í rauninni ekki í bardaga, þetta væri aðstæðanlegur bardagi. En hvort myndirðu frekar vilja tappa út fyrir smábarni, bara svona toddler eða vera kýldur í einu höggi af ömmu einhvers, bara ammans arabæring, ömmu hans arabæring. Já, hún myndi bara taka yfir þetta hægra hérna á mig. Já, og róta þig eða vera söppaður af unga barni. Vá. Það sé einhver skömmi að vera rótaður rauðu ljóninu að vestan. Rauðu ljóninu. Það er samt bara, en þú veist, það er samt því þá þarf að lifa með því bara, hei, amma mín getur rótað þig. Já. Það er líka litlu bróðum mig getur svæft. Já, litlu bróðum mig getur svæft þig. Það er ekki þessu baby arms og tjóka þig. Já. Ég segi, þetta er miklu erfiðar spurningar. Þetta eru erfiðar spurningar en þetta? Þetta er með því fölskulegri, sko. Þetta er... Ég veit ég verði ekki að taka ömmun og bara lefa henni bara að róta mig. Já, amma hans arabýring. Ég held að þess að vestfirsku ömmur séu ekkert engin lömb að leika sér. Nei, ég held að séu ekki það, sko. Sko, ég held að flestar ömmur fyrir vestan séu meiri kallmenn en ég, sko. Já. Svona með að við. Herru, hvort myndirðu frekar vilja vera bara allan bardagann, bara basically rennandi á banahýðum, skilur, þú ert alltaf bara eitthvað svona slippin eins og belja og svelli, eða að dómarinn getur svona lesið hugsanir þínar og sé alltaf að segja þér upp átt. Það finnst ég hugsa ekki mikið í fætum þannig. Ég myndi lega bara dómarum að lesa þetta upp átt maður. Já, en þú hugsa eitthvað vandræðalegt. Það er bara, gerist það. Já, ok. Já, það er líklega betra múfið. Já. Sem er bara að vinna barðan og svona. Einmitt. Hvort myndirðu frekar bara, þetta er síðast hvort myndirðu. Já. Hvort myndirðu frekar bara með að henda sig í spinning árásir, bara allan MMA-ferliðinn, eða vinna alla bardaga á split decision. Var þetta þá góðu fættar á split decision eða? Já, ég myndi að halda það, sko. Já, var þetta eins og bara senast að fætja mér? Var þetta þá bara proper stríð sem er samt jaft?
já, annarkoð strækingstríð eða glímustríð sem er svona frekar jafnt allan tíman eða þú ert bara, þú veist bara einhver vindmylla í búrinu endalaust að spinna og það er þess að spinna í ár sem er ekki eðalega nettar sko það er mjög nettar það er ógeðslega cool að geta gert það já, þú getur tekið svona triple backspin flip kick já það verður mjög nettar en að vinna allt splitt já, ég held að ég myndi velja spinning árásundar já það er ekkert svaka hagkvæmur það virka ekkert rosa vel það er svona hversu oft sérði eitthvað sem vinnur á einhverju spinning dæmi eða bara síðast í Bakú Rafael Fischer og svo Aron Frans undan því svona af því sem ég fylgst með Ruffy já, hans spinning kickaði Bobby Green já, það er rétt og Prates í fyrra með spinning elbow það var það mjög nett það eru nettari jú, það eru nettari, já, ég vel já ég vil bara henda einn smá hvort myndir Mér langar að koma nokkur svona spurningar um æfingafélagina nú náttúrulega þú veist, hefur byrjað í MA2 og nú vantilega bara að æfa með keppnisliðinu mér langar að spyrja það svona nokkrar skemmtilega spurningar svo veist, hver er harðasti hver geður hörðustu spörrin í keppnisliðinu? Hörðustu spörrin? Ætlaði að verði ekki að vera Arnór veit ég hvað það er? Arnór, hérna dökkari litli kuppurinn já fyrir ekki koma tíma að debut í honum eða? Jú, ég væri til að sjá það sko það væri eitthvað hann tók helviti marga á síðasta Manchester Interklubbi minnum hann að tekja alveg nokkra fæta þar já við fórum út í sama gæðan og þá hann er efnilegur sko já, nautsterkur já, hann er þannig mjög sterkur já, ég kefti við hann á einhverju Reykjavík Open móti eitthvað það var æfingamóti eða eitthvað og ég ætlaði bara eitthvað svona pínu lazy að losa mér úr armbar en hann var svo fokkin bara ógeðslega sterkur og ég held að myndi sko brjóta mér hendur á sekundu sko og maður þarf að passa á hann þannig að hann gefur erfiðustu spörrin já, eitt af þeim erfiðustu allavega sko hann er svo þeir eru svo mjög ósvipaðar típur eða þú veist, hann er svona lítill naggur og þú svona með sláni já hvað er svona erfitt þegar hann fer að skjóta hann er góður í að skjóta hann er lítill wrestler og svo kýlar hann líka óeðlilega fast hann hittir maður vel þegar það endaði hálfgerðum slökkvert hjá okkur bara sem við bara kasta ykkur í sko það er kannski komið tími á að hann debutí og ég væri til að sjá það sko já, ég sammála hérna, hver er besti boksarinn í honum? Boksarinn? Ég held að Aron Leó vinni það ég myndi segja það besti boksarinn úr hvað, bara úr æfing úr hérna bara úr keppnisóknum já, ég myndi segja Aron en besti bara Hreini Jetsarinn Hreini Jetsarinn Salli er náttúrulega helviti efnilegur í því Ari Bæring líka, hann er góður já, það var annarkvort þeirra held ég það er náttúrulega Ernest og Vitali líka hver er svona mesti trúðurinn í hópnum? Hver er svona mesti sprelli gósinn? Svona, hver kemur með stemmingu í kljáðanum eftir æfingu? Hákon er ekki þann titil já, hann er alltaf með eitthvað það er ég upplifði mér svona of gamlan til að vera í kringum hann já, eiginlega alltaf bara síðan sem það var eitthvað, ég var ekki, ég var með kókumjólk eða eitthvað inn í gymið bara eitthvað svona annarkvæmt fyrir það eftir æfingu og þú veist, Hákon kemur og eitthvað jockey milk og við varum svona ég þarf bara svona solid hálfa mínútu til að átta mig á hvað hann segir skilum og það sem ég bara er ég gamall? Þú eitthvað skrýtin? Hvað er ekki svona? Já, hann er skemmtilegur hérna, hverju væru tveir svona líklegastir eða myndi sjóðu upp á æfingu einhverju tveir myndi lenda bara í alvöru slagsmálum hverju væru tveir líklegastir í liðinu til að lenda í einhver svona atviki? Salli var einn af þeim líklegt
Hver var ég hinn? Ég myndi alltaf Salli verið ólíklegur í þetta. Hann alltaf eitthvað svo happy-go-lucky eitthvað. Já, hann það oftast. Það svona... Hver var spurningin? Hver var svona líklegast til að það myndi sjóða upp úr á æfingu og einhverju gæðir færi bara í alvöru slagsmál? Já. Ég sé ekki Salla fyrir mig sem þannig, sko. Maður hefur svolítið séð, ég sé Salla nokkur sem missa sig, en alls ekki oft. Þannig að fljótur ná sér tilbaka, sko. Ég veit ekki, við erum allir eitthvað svona voða písfúl oftast. Salli alltaf Suður Amerískur, sko. Svona heitt í honum blóði. Ekki Salli og Johnny bara... Já. Kólumbía móti El Salvador. Já. En ég ætla ekki að, svara þessi fyrir hans. Hver er líklegastu til að mæta á æfingu og hafa gleymt hönskunum sínum eða einhverjum búnaði? Það eru nokkri sem hafa verið dulur í því, sko. Það alveg... Ég veit ekki hver er líklegastu, sko. Nei, ég veit það ekki, sko. Ég er ekki alveg viss. Hver er líklegastu til að skrópa á æfingu bara þannig að hafa eitthvað skemmtilega að gera? Yfirheyrslu spurningar. Það er bara alveg saman svarið bara. Næsta spurning. Ég veit það ekki, við mætum allir alltaf. Það er alveg alltaf þannig, það er bara stanslýs mæting hjá alveg öllum. Já, það er nú gott. Já, það er nú gott. En ok, þú ert í vinnu, skóla, æfir mikið. Hvernig, þú veist, hvernig unwindaru og bara svona slakar á og hefur það notalegt? Það er bara eftir æfingur og helgar. Já, þú veist, hvað, þetta er bara einhver tölvuleiki eða þetta er bara að hoka Netflix eða kúra með pappa? Mjög oft bara að hoka Netflix eða fyrir pottinn eða eitthvað. Fara í pott, er ekkert með pott heima? Jó, ég er með pott og sánu. Nice. Og útistyrti. Þessi er að flytja í Mosó, sko. Já, íbúðverið í Mosó. Þetta er í Breiðholtinu, sko. Mamma býr í Breiðholtinu. Ok, ég skilni. Að flytja í Breiðholtinu sem. Já, það er greinlega máli. Ok, make sense. Hvað, þetta binge eitthvað, þetta horfa okkar snið þetta? Ég er ekki með neitt núna, sko. Nei. Það er bara, ég er ekki búin að horfa á Netflix, búin að vera svo lítið heima. Hefur ekki tími í þetta? Nei, hefur ekki tími í þetta. Á skala 1-10, hvernig myndur þú ranka Peaky Blinders? Þeir eru mjög góðir. Ég náði aldrei að klára það, svona, sko. Nei. Þú náttúrulega klukkutíma þættir eða eitthvað, og vangið og langir alltaf. Já, en þeir eru tímans virði. Já, þeir fá svona solid 7, sko. Það er alveg 100%, sko. Solid 7? Já. Ég hef átt vonað svona 8-9. Það? Já, fyrir Peaky fucking Blinders, mate. Besta Netflix-serían. Það er svona hvað hefur heitlega svona mest, þú veist, ef ég væri svona, ég var að downloada Netflix í fyrsta skipti, hvað hætti ég að horfa á? Hvað er myndið mælið það? Maður Shameless helviti góður. Shameless? Já. Er þarna Hvíta Trash fólkið sem Já, White Trash fólkið þarna, já. Já. Sko, það er til tveir, það er til bandaríska og breska útgáfan. Breska útgáfan er góð, sko. Já, ég var að horfa bandari, sko. Hún var heldur góð líka, sko. Sko, ég get ekki horft á Shameless, sko. Það minnir mig að ég er of mikið af fjölskyldunum mínu. Ég er svona, ég horfa á þig bara, too close to home. Það ég er svona, get þeir ekki, sko. Er þetta pari við Always Sunny, eða er þetta, þú veist, ég er bara horft á svona hálfum þátt, sko. Er þetta, þú veist... Það spyrir mig, já? Já, það er svona ykkur bara út í salin. Ég er bara horft á breska, sko. Það er að fyndið, sko. Ok, á hvað leiti fyndið? Er þetta bara, þú veist, að þau eru svo siðblind, eða að þau gera... Já, þú veist, ekkert náttúrulega siðblind, bara svona vitlýsingar eitthvað. Tengirðu við það að vera vitlýsingur? Nei, þú erum ekki alveg að segja það. En svona eftirfætin, við tölum svona social media, let's talk the numbers. Hvað finnst þið mikið pening borgað fyrir hennan amateur-bardaga? Hvað hef ég? Já. Ég er ekki búin á netpenning. En social media... borgar ekki neitt, sko. Nei, ég veit það. En social media, það hlýtur að vera sprungið upp. Það er vissulega búið að vera allt í botnið þar, sko. Mikið af nýja followers og... Já, alveg slatti, sko. Það komur alveg óvart. Já, mikið af skilabóðum og stemning. Já, það er stemming, sko. Ég tók eftir bara að það var fucking mörg views bara á viðtalið og hún tókst við hann, sko. Miklu meira en vítalið, til dæmis. Já, mér fannst það, sko. Þú fékkst rosalega mikið af athygli, þú veist, viðtalið var mjög vinsælt. Bardaginn, þú veist, highlights af bardaginn mjög vinsælt. Það var bara allt sem kom nálægt þér. Mjög vinsælt. Já.
Ertu mjög vinsæll? Greinilega, sko. En það er ekki eitthvað sem þú varst búin að finna fyrir áður, eða finnur bara fyrir að það er ekki Nei, þekktur svo mjög mikið af fólki, eða þekki mjög mikið af fólki náttúrulega. Var þessi í gegnum rektina á skólan og allt það, þannig að Bara það var svona. þessum aldri, þessum að þekki liðið og svona. Og OnlyFansið, mikið af fólki sem fór að fylgja þar. OnlyFans? Já. Varstu ekki þar eða? Nei, ekki svo gott, sko. Ég Aldrei er að prófa það, byrja að gera það, svo hvort það gera eitthvað peninga. Já. Fyrst að Kate Steele ekki að borga þér. Já. Þú getur bara don't forget. Einmitt. Svo lokkað fólk af Instagram yfir. Já. Aron Þór Samar að OnlyFans.is. Eitthvað svona it's every time slogan. Ég er ógeðslega til í það. Ég er svo veinum sem slóðið náttúrulega, sko, ég er svo oft komið svo óviðandi brandar að vera Ég hugsa alltaf, sko, þú veist, ef þetta væri 18 ára stelpaðinni, sko, það er double standard, sko. Já. Þá get ég ekki verið, ef að Aron Þór væri 18 ára stelpa, þá get ég ekki verið bara OnlyFans. Ekki með OnlyFans. Já, hvernig er það? Já, gaman að þessu. En nú er það Conor McGregor, Max Holloway, næstu helgi. Þú veist, alltaf að fylgjast með því, ertu peppaður? Hefur trú á Conor, hvernig sér þetta að fara? Ég er mjög spenntið fyrir þessu, en ég hef eiginlega enga trú á Conor McGregor. Akkur ekki? Ég hef trú á honum, en ég hef samt meiri trú á Max Holloway. Já, ég þarf að vera sammála. Ætli við séum sömu skoðunar, hvað er það hérna? Þú greinlega spáir, heyri ég svona Max Holloway sigri. Já, ég spáði Max Holloway sigri. Hvað heldur af hverju heldur Conor eigi ekki sens? Hann er ekki búinn að berjast í 5 ár. Braut þessu löppina líka. Sér hann er búinn að vera bara okkur kókbendir hérna og út úr steraðir. Já. Og svona ímislega shenanigans hjá honum. Já. Er út úr steraðir samt ekki bara plús? Jó, það gæti verið plús, en það ekki? Já, ég held það. En þetta þá ekki að æfa með því, þú veist. Hann virka fitt, sko. Hann var hann heldur þykkur þarna þegar hann braut þessu löppina. Svo hann líka, já, hann var alltaf mjög... Já, hann var hel þykkur, hann var drullu stífur að þér, sko. Já. Og líka bara á þessu tímulega sem hann er að taka upp Roadhouse. Já. Það var það ekki mynd. Einmitt, það var góð mynd, sko. Þú búinn að sjá Roadhouse? Já, það var Tjóð það góð mynd. En þú veist, hann er mjög þykkur í þeirri mynd. Einmitt. En hvernig fannst ykkur sem við segjum leikari? Þú veist... Hann var bara að leika sjálf sig. Já, það var einmitt. Þetta var bara hann. Já. Þetta var hann bara að leika sjálf. Ok, ég kannski bara svona, er bara eitthvað svona Conor McGregor með það, skilur, en ég væri til að sjá meira að því. Já. Þú veist, ég fílaði hann bara sem, þú veist, bara á skjánum, sko. Já. Já, en ég held sér sammálaðið samt með, skilur, benderinn, allt þetta, styrarnir og svona. Ég bara get ekki séð Conor McGregor vinna hann að fætt. Nei. Svo finnst mér mjög áhugavert líka, hann hafi beðið að það hafi verið, að þetta yrði 3 lótu bardagi. Bað hann um það? Já, hann bað hann okay. Bara, og við séum bara, nei, það þarf að vera 5 lótur. Já. Sem er svona, gefur alveg kynna, hann er nú ekki alveg. Já. Þú veist, alveg upp fyrir þetta, sko. Já, en þú veist, að fara í 4. og 5. lótu móti Max Holloway, sko, þú veist, það hefði ekkert verið sniðugt fyrir hann, sko, þannig maður skilur hann alveg að, þú veist, bara vilja líka, þú veist, að koma tilbaka eftir svona, þú veist, eftir svona langan tíma, þú veist, hann er alltaf main event, en það er samt, þú veist, það meikar ekkert sens að koma tilbaka eftir eitthvað 5 ára layoff og meiðsli og inactivity og taka 5 lótu bardaga, bara beint í 5 lótu bardaga. Móti Max Holloway. Það bara meikar ekkert sens, en við þurfum samt að hafa hann main event af því að Conor McGregor er bara stærri en sportið, þú veist, hann er bara það stór að hann er stærri en allir aðrætt í saman, þannig að hann getur ekki verið eitthvað co-main event bara með 3 lótu bardaga. Og það er eiginlega, væri glórulaust fyrir hann að bara fara beint í 5 lótu bardaga, sérstaklega móti Max Holloway, sko. Því annarkvort er hann að fara að vinna hann bardaga í 1. lótu, snemma í annari eða bara ekki. Einmitt. Hefur hann einhvern veginn að fara upp á 3. lótu og unnið sér, ef hann verið eitthvað að vinna á split decision eða decision eða eitthvað. Ekki oft, sko. Nei. Þetta var alltaf bara, annarkvort var hann söppaður eða rotaði eitthvað í 1. og annari. Já, þetta var... Það sem ég man eftir því, sko. Já, ég held að það sé rétti að það er svolítið lenskan. Það ekki. Mér minna að Conor McGregor hafi getið að fara eitthvað í decisions. Nei, kannski einhvern mann, en maður tók alltaf eftir hann var alltaf farin að fjara svolítið út í 3. lótu, sko. Já. Jú, en já, eins og við getna Nate Diaz 2. Þannig að unnið hann að bardaðaskilur, þá er hann alveg bara, veist, það er lítið eftir á tanknum, sko. Já. Það er
desperate sko. En já, það er svolítið áhugavert hvað það var það sko. En þannig að þú ert á Max Holloway. Hver er svona all time svona favorite UFC-stjarnan? Það er góð spurning sko. Alex Pereira, hann heitlaði mig heldur vel. Þetta er nefnir. Það var alveg. Sér var hann á það. John Jones líka. Já, þú ert svolítið í stóru stokkunum. Já, ég er svolítið í þeim sko. Já. Hver er greatest UFC champion of all times? Ég verði alveg að gefa John Jones það sko. Þú ert þar? Ég er svolítið það sko. Þeir eru ekki skipta máli, skilur hvað þú gerir út fyrir búrið og svona. Ef við sjálfan segja það. Ég meina, þú veist, hann er samt ennþá besti í heimi. Þannig að svona, ef þú ert að spyrja bara, þú veist, hver er besti fighterinn of all time, þá er það alveg John Jones sem vinnur það. Þegar hann hefur sýnt fram á það. Eitthvað sem besta persónuleikan eða svona samvisku, þá vinnur hann það brengar sko. Það er svona... En það skiptir heldur einhver mál. Nei, við veist ekki hægt að blanda þessu saman hvað hann gerir fyrir innan og utan búrið sko. Nei, það er ekki að spyrja hver er bestu samviskunni í UFC. Nei, hann er ekki með neina. Mest nice gæinn í UFC. Nei, það er alveg satt sko. En þú veist, hann er svona poppaði tvið svona fyrir styrir á. Finnst það skipt máli? Ég náttúrulega spila stóran leik sko. Það sé hann, þú veist, tæknin hjá honum og allt það annað var svo vangið við góð. Ég er ennþá. Já. Bara hvernig hann tímasett allt og gerði allt og þú veist. Það er svona. Líka bara well-rounded. Góður, bara er rosalega góður í þessu. Hvað heitir eftir gæðin sem að sigraði John Jones? Mark Hamill. Nei. Ég man það ekki. Mark eða Matt Hamill. Já, sem að sigraði með að liggja á bakinu og vera lamin 12-6 elbow. Var ekki tekið af hún og tapið síðan? Nei. Nei, var það ekki tekið af þau, voru að breyta þessu? Reglum var breytt en tapið stundur sko. Já, Dana White vildi breyta þessu. Samt að þessi John Jones rungar er alltaf ennþá bara undefeated. Já. En þú veist, það er bara control your weapons, þetta er bannað, þetta er bara bannað. Gaman að þessu. Herri, ég er svona spæði að fara að slá botnin í það hjá okkur. Við þurfum alltaf að taka annað þátt, tala almennilega Conor McGregor, Max Holloway, tala ferðarsögun okkar og hvernig við upplifum Kate Steele. Aron, virkilega gaman að fá þig í stúdíóið. Bara, takk hérlega fyrir mig. Og heyra þitt narration á barndanum sem þú vannst ekki eftir. Skal muna meira eftir næsta? Já, ég vona það. Það er náttúrulega á Glazy Fight Night 3. október. Já. Ég vil segja Kate Steele 3. október og í Icebox 3. nóvember. Kate Steele, mennur Glazy Fight Night? Sæði Kate Steele? Já. Glazy Fight Night. Já, og Icebox hvenær segir Í nóvember. Já. Það var ekki 3. nóvember. Það er ekki bæði 3. Nei, bæði 3. Já. Nú man ég ekki. Já, þú veist ekki komið með upplýsingar þar, en já, fyrir aðdáendur þarna úti sem að eru nú glæðilega orðnir nokkrir eftir þessa framistöðu. Já. Þá geta þær byggðið spenntir. Til 3. október. Já. Ekki? Þannig að það voru komnir allan 3 bardagar sem við vitum af á karti. Já. Já. Jú, það er rétt. Ég ætla að fyrir höfuð. Jú. Já. Ari. Nei, já. 4 bardagar sem við vitum. 4 bardagar. Já, Ari er að fara að mæta Robin Kristjánsson, já. 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 Og Hekla er að fara að mæta einhverju. Já, 5 bardagar sem við vitum af. Já. Og veitu. Hvað er fleira? Ekki svona Krummi og Bín í meinevendinu. Já, Krummi og Bín. Krummi og Bín í main. Já. Aron og Mystery Man. Já. Hekla og Mystery Woman. Já. Ari Bíring og Robert Kristjánsson og Vítali Kosjak. Já, Vítali er náttúrulega, ég hef búin að glemma því. Já. Veitu við hverjum hann mætir? Nei, það er ekki komið ljós. Já. Ég hef ekki engin fugl kvíslarinn En það verður þá vantilega lightweight title eða hvað er hann komin í super lightweight bara til að vera eða þú veist hvað er að frétta með það? Hann er vantilega að verja titilin sinn. Vera lightweight titilin sinn. Já. Þú veist, ég veit það ekki, skilur, en það myndi finnast það mega mest sens. Ég var einmitt að hugsa, ég veit ekki hvort þetta sé fyrir þennan þátt eða hvort þetta er myndið næsta þetta, en út af því að hann var að vinna þarna super lightweight titilin og að tala að verja super, já, en á síðasta Kate Steele þá vann hann titilin og það var kallað lightweight title en það var samt einhvern veginn svona catchweight samið það en þeir kölluðu alltaf bara lightweight title þá. Já, það var gert líka af mér. Ég var með eitthvað svona catchweight. Ég var í 86 kílóum. Það var samt bara middleweight hjá mér. Ég veit ekki hvort það er bara sleppið að taka það fram eða
Þetta svolítið bara húslæðinis anyway, bara no, eitthvað points don't matter og eitthvað svona, þú veist, þeir bara segja eitthvað og... Þeir bara leifa þess að ganga, láta það ganga og upp áfram. Það svolítið lenskan bara. Já, en ég heldur að hafa bara trýtað þetta eins og sama titil. Það var allan að title defense. Defense. Geggjað. Herru, Aron, virkilega gaman að fá þig í þáttinn og... Sjáumst í október. Já. Kynnast þið betur, við sjáumst í október. Og ef þið hefur nákvæmlega, sko, ekki gera þetta aftur. Þetta var ógeðslega stressandi. Já. Ég var tilbúin að fara að grenja þegar ég sá þetta gerast, þannig að don't make me cry. Nei, innilega til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það. Innilega til hamingju með að taka fyrsta skrefið. Mjög spenntur að sé það í október. Já, takk fyrir það. Bara takk fyrir mig. Já, gott að vera þig. Awesome.